Gaman að sjá okkur. Takk fyrir ljóðið, Tekla. Og takk öll þið sem hafi komið hérna á undan. Það erfitt að vera svona í seinni hluta ráðstefna almennt. En ég ætla að reyna að halda mínar 15 mínútur. Ég bara þeim gáfum gæt og ég get bæði tala hratt, en ég þarf líka alltaf að tala rosa mikið. Þannig nú ég að reyna að tala ekki mjög hratt og reyna að kjarna mál mitt, sem verður bara dálítið flókið. En ég sem sagt ákvað að fjalla aðeins áskorunir og álitamál og ég skýri það hérna félags- og tómstundastarf og ungmennastefnu og ætla aðeins að kallast á við erindið hans Ara sem hann var með hérna í morgun. Og það helgast fyrst og fremst af því að ég annars vegar aðjúnkt hér í tómstundafræði og hef fylgt mörgum nemendum mín gegnum nýnemaferðir og fleiri skemmtileg verkefni, en ég er líka formaður æskulýðsráðs. Þannig svona einn hattur að ég laumast inn í ráðuneytið annars leið og hitti annað skemmtilegt fólk til þess að ræða æskulýðsmál eða ungmennamál eða félags- og tómstundastarf. Það er spurning hvað við köllum þetta. Og við getum spurt okkur, erum við ekki bara á grænni grein? Þarf eitthvað að ræða þetta? Er þetta ekki bara allt komið í hendi? Við eigum æskulýðslög frá 2007. Eru þau í hendi? Jú, þau eru í hendi, en hvað finnst okkur svo þau? Það er kannski annað mál. Og það er kannski eitt af því sem að, nú fór ég tilbaka, ætlaði ég að fara hér. Það er einmitt þetta spurningarnar með áskoranir og álitamálin. Við þurfum ekki endilega alltaf að vera sammála að hlutir séu góðir. Það er ýmislegt í æskulýðslögum sem við viljum sjá breytt. Við eigum líka úttekt sem var gerð hjá af henni Ragnhildi Helgadóttur, sem er núna rektor Háskólans í Reykjavík. Hún hefur 3 sinnum farið yfir þessi mál, hver ábyrgð þeirra sem eru á vettvangi, hvort sem það eru launastarfsfólk eða sjálfboðaliðar, og tekur dómafordæmi og hitt og þetta. Þannig að þetta er bara brjálæðislega mikilvægt plagg sem ég hefði alveg viljað hafa hérna í fórum mínum þegar ég var á mínum sokkabandsárum að vinna í Breiðholtinu í gamla daga. Frístundaheimilin, þau eiga sína frábæru bók, leikur og námaforsendur barna, gefin út 21. Þið sjáu það er alltaf svona þéttari einhver svona regluverk sem kemur inn eftir því sem við nálgast okkar tíma. Farsældarlögin voru rosa gott skref fyrir þennan vettvang sem við tilheyrum sem erum flest hér í dag. Framtíðin, stefnan í tómstundum og félagsstarfi barna og ungmenna sem á að gilda til 2030. Við í æskulýðsráðurinn tiltölulega nýbúin að fara yfir aðgerðaráætlunin sem henni fylgdi og svona ég held ég sé ekki að skúbba neitt, en það hefur ekki mikið áunnist í þeirri aðgerðaráætlun. Og svo er það fyrirhuguð stefna, ungmennastefna stjórnvalda sem lögð fyrir Alþingi núna vonandi haustið 2006. Þannig að við getum bara alveg sagt að bara fullt af alls konar sem við getum nælt okkur í eins og flugurnar á þessari víðigrein, svona stemma vors. Það er ýmislegt sem nærir okkur. Ungmennastefnan á að gilda til árið 2033, þannig að það er eins gott að vanda vel til verka og þarna er verið að fara yfir þessa þætti sem Ari minntist á í morgun, réttindi og virk þátttaka ungmenna í samfélaginu og þarna er félags- og tómstundastarf mjög svona gildandi. Þarna erum við að tala þáttöku í skóla, frístundum, nærumhverfi og lýðræðið sem eru svona lykilatriði sem við höfum verið að vinna með bæði gegnum nám og við sem fagfólk á vettvangi. Menntakerfið. Ég hef stundum sagt að það sé ekkert tómstund- og félagsmálafræði óviðkomandi og það ásóldi við þegar við förum að velta þessu áformaskjali fyrir okkur því þarna er verið að fjalla menntun og þarna er verið að tala bæði þetta með nám, en nám eru ekki bara þekking, heldur líka leikni, færni og annað eins og við höfum svo sem komið inn á fyrir í dag. Nú, að eignast heimili og barneignir. Ég segi ekki að við stundum það að hvetja börnin okkar og líka ungt fólk til þess að eiga börn. En hins vegar það þannig að við erum alltaf svo glöð þegar börn fara að gráta á ráðstefnum í tómstund- og félagsmálafræði, af því þá vitum við það eru fleiri tómstund- og félagsmálafræði nema sem munu skrá sig í nám eftir svona 19 til 20 ár, eða svo. Nú, atvinnu og tækifæri og það að vera virkur í félags- og tómstundastarfi, hafa tekið þátt, hafa tilheyrt, hafa þjálfað sig í samskipta og félagsfærni, látið rödd sína heyrast, tekist á við áskoranir eins og hvort sem það að labba brúar og skörð eða bara inn í hverfinu sínu. Það sannarlega góður undirbúningur fyrir atvinnu og tækifæri síðar í lífinu.
Og ég veit til dæmis að því að við Soffía höfum stundum rætt þetta að ráða starfsfólk, hún tók nefnilega svo gott dæmi hún sagði, ég skoða alltaf vel umsóknir sem að það sem fólk hefur farið sem skiptinemar, af því að hún hafði þá reynslu. Þannig að reynsla, þekking, færni, allt sem við tökumst á við í gegnum lífið, sérstaklega meðan við erum ung, það mótar okkur mjög mikið og það mótar líka viðhorf annar til okkar. Nú, vellíðan, heilsa og velferð, það er grunnhugtakið í farsældarlögunum og farsældarstefnunni góðu. Alþjóðlegt samstarf, mikið og ungu fólki nýtir svona árin sín til þess að taka þátt í sjálfboðaliða verkefnum, fara erlendis, ferðast, kynnast annars konar menningu, þannig að við lærum að það er til alls konar fólk í heiminum og það er ekkert minni eða meira en, við erum bara alls konar. Og það held ég það dýrmætasta sem við getum gert. Það er að ferðast og hitta fólk með annars konar menningu heldur en að við erum alin upp við. Hvort sem það er slátur eða sviðakjammar og eða súrhval, nei, hvað var ekki súrhval, það var hákarl sem Árni var að reyna að gefa Svíunum vinum okkar að borða á þriðjudaginn. Svo þegar ég var að fara úr vinnunni það angaði all saga af hákarl. En það sem við náttúrulega viljum helst beina sjónum að er þetta sem snýr á tómstundafélagsstarfi og þarna er svona klöster, íþróttir, tómstundir, félagsstarf, menning og listir. Jú, og þá veltum við fyrir okkur, þú veist, eitt af því sem að Hulda kom líka inn í morgun, það er þetta með orðin. Hvaða orð erum við að nota? Hvað erum við að tala um? Skiljum við inntakið öll eins? Er fyrir öllum menning, félags- og tómstundastarf? Nei, en fyrir sumum. Stundum er nefnilega þannig að íþróttir er félags- og tómstundastarf, en stundum er íþróttir hardcore, samkeppni, vinnur gegn félags- og tilfinningahæfni, held ég. Nú, ég veit að ég einu sinni fengið stimpil á mig fyrir að vera fordómafull gagnvart íþróttum. Ég er mjög íþróttalega hlynnt. En það eru element í íþróttum sem að vinna ekki með því sem við erum að leggja áherslu á í gegnum tómstundir og félagsstarf. Það sama með listur og menningu. Ég er heldur ekki á móti listum og menningu, en það er það bara mjög gott, þetta er allt gott í bland. En við erum stundum að tala eins og þetta sé alltaf sama og orðræðan er stundum dálítið óskýr. Það sama er þegar við erum að tala um tómstundir og félagsstarf. Við erum stundum að tala um börn, unglinga og ungt fólk, en það er líka bara fullorðið fólk, meira að segja gráhærð gömul kona á silfurstriðaskóm eins og ég. Við eigum okkur líka tómstundir og við sinnum líka félagsstarfi. Það var verið að reyna að fá mig í félag í morgun. Ég hitti konu sem agenteraði fyrir kvenfélaginu í mínu sveitafélagi í morgun í Sundlauginni og Slysavarnarfélagi kvenna, skiljið, þannig að það er alls þar eftirsókn eftir fólki sem er að vill taka þátt í tómstundum og félagsstarfi. Og þannig að það sem við erum að beina sjónum að hvernig ætlum við að fókusa á þessu hlutmengi þegar við erum að tala um tómstundir og félagsstarf í þessari stefnu sem þetta hér. Þannig að íþróttir mega alveg vera með, en það er ekki allar íþróttir sem eru tómstund og félagsstarf. Og þannig að mér finnst okkur stundum vanta að skýra svolítið hvað eigum við við. Hvert er inntakið í því sem við viljum hafa? Gæðaviðmið sannarlega hjálpa okkur. Lög væru sannarlega góður kostur æskulýðsstarf eða ungmennastarf. Þannig að skýr hugtök, skýrt inntak og líka hvar liggur ábyrgðin og skyldurnar. Og þetta var áhugavert sem hún Stengjur var að fara yfir með okkur í morgun varðandi svona skólahugtakið og frístundaheimilin og fara yfir heimasíðuna þar sem er verið að fjalla um frístundaheimili og starfsemina. Að það sé hvergi skýrt eins og hugtak, hvaða fyrirbæri er þetta? Inntakið er sumstaðar mjög óljóst. Ábyrgðin, jú, þetta er eitthvað sem að skólinn rekur víða og svo hvar liggja áherslurnar. Og þið sem þekki mig og hafið heyrt í mér áður að, þú veist, eitt af því sem við töluðum áðan var álitamál og í mínum huga er það alltaf álitamál að frístundaheimili skuli eiga lagastoð í grunnskólalögum. Hvað segir það okkur fyrir restina af félags- og tómstundastarfi sveitarfélaga sem á sér ekki lagastoð og er ekki lögbundin þjónusta?
Ég hefði viljað að við erum, sko, það er svona einn góður lestarvagn sem færi þarna saman. Og svo núna þetta nýtt, af því að það var leyniþjónustan sem að Steingerður vitnaði í morgun. Og ég spyr núna eftir að hafa séð nýtt, ég ætla að vona félagar mínir æskulýðsráðið sé ekki að hlusta. En það má samt alveg. Þetta nýtt skipurit mennta- og barnamálaráðuneytisins. Og hvar sjáum við okkar málaflokk? Nú ég að segja við sem að vinnum á vettvangi félags- og tómstundastarfs. Vitið þið hvar hann er? Fjármála og innriðaþjónusta. Þetta eru sem sagt 3 fagskrifstofur eða svona meginsvið. Þar er barnamál. Jú, sannarlega kannski hlutmengi þar. Það er skóla- og íþróttamál sem að mist ég er ekki íþróttafasisti en mér finnst samt áhugavert að íþróttir séu þarna sérstaklega settar í hugtak. Leið og við segjum hugtak, þá er það orðið sýnilegt. Ungmennastarf, félags- og tómstundastarf er algjörlega ósýnilegt þarna. Við vitum að frístundaheimilin, hvar eru þau? Eru þau undir barnamál eða undir skóla- og íþróttamál? Veit það einhver? Hvað segir Helgi? Hvað segir með leyfi fundastjóra? Málið það vant. Þú mátt ekki, ég fæ auka mínútu af því að Helgi stöð. Jú, gottu. Það bara, myndin er ófullkomin vegna það eru skrifstofa sem heitir Barna- og æskulýðsmál. Hún heitir það. Já, en það hefði bara verið svo brjálæðislega gott hjá ráðuneytinu að gera það. En þá vitum við það og það er gott að fá það hér fram. Þannig að barna- og æskulýðsmál verða þá hérna saman. Já. En þá er samt sem áður hérna skólamálin. Já, er frístundaheimilin undir skólamál? Já. Ég veit ekki. En hvar eru ungmennahúsin? Já. Það lítur að vera framhaldsfræði. Það er ósættanlegt. Nei, sko, ég er ekki að segja að þetta sé eitthvað rétt eða rangt, skilji. Ég er bara að tala það að hvernig hlutir birtast, hvaða orð við veljum, hefur áhrif á þróun mála og hefur áhrif á þróun málaflokksins. Og við náttúrulega erum rosalega ánægð með að Árni skuli líta á þessum innriðaþjónustu á fjármál. Það kannski ríma við leyniþjónustuna en að Steingerðar. Allavega, en þá erum við lærum líka á því að taka þátt í ráðstefnum, þannig að ég þakka Helga fyrir þessa góðu myndskýringu. En þegar kemur að þessu, af því þegar við lesum líka, sko, við erum mikið að lesa enskan litteratúr, þegar við, og reyndar stundum sænskan, ef að Árni er við stjórnvölinn í námskeiðum hjá okkur í tónlist- og félagsmálafræði. Og það er sem sagt þekking á skandinavískum tungumálum, það er ekki bara Benna sem getur ekki borið fram með kokhljóði central og pedagógísku, eitthvað svona. Þannig að festa mið og ganga í takt. Hvar á grunnurinn okkar að liggja? Eigum við alltaf þurfa að vera að þýða orð, þannig ég minna áfram á vegginn handa hjá henni Helenu orðasafnið. Til þess að við vitum hvert við erum að fara. Og ungmennastefna, að mínu viti, verður að styðja það þegar kemur að því að tala félags- og tómstundastarf. Við verðum að ganga í takt og hvort sem við viljum kalla þetta æskulýðsstarf, ungmennastarf, eða félags- eða tómstundastarf eða frístundastarf, við verðum svolítið að móta umræðuna og vita allavega hvað við erum að tala. Þannig að þegar ég heyr orðið frístund, þá fæ ég svona hrollnir til bakina því ég vil heyra frístundaheimili, af því minnst það svo fallegt orð. Frístund er líka, eða kannski ekki að sama mati, það er einhver sem hefur tómstundastarf, frístundastarf og ekki sameiginlegt. Akkurat, þannig við Viktor erum eftir að takast á það. En allavega við erum með ört vaxandi fagvettvang, einmitt. Ég átti 2 myndur af því að þú komst inn og skýrði myndina. Þetta er sem sagt mynd- og nýnemaferð. Og þarna er búið að byggja brú, sjáu þið. Það verður auðvelda fólki að komast niður þessa gjá upp í Heiðmörk. Og það er beinn og breiður vegur eða svona, það verða allavega hjólferðarnir fyrir ofan og svo er göngustígur. En svo er líka grafa þarna. Þannig ætlum við að hleypa gröfunum, skiljið, ætlum við að leyfa gröfunum að vera hluti af þessu, eða ætlum við að halda fram að gera þetta smúð og halda fram að byggja brýr. Það er ört stækkandi faghópur, fólks tósaranna, og æskulýðslögin eru algjörlega barn síns tíma. Því þegar við og fyrir utan náttúrulega Írana æskulýðssjóð, sem fengst 10 milljónir aukalega sem var rosalega skemmtilegt, en reglugerðin þar er til dæmis mjög hamlandi. Og það sem við þurfum að gera líka, við þurfum að efla rannsóknir á félags- og tómstundastarfi. Af því að í æskulýðslögum og talað að rannsaka æskulýðsmál. Félags- og tómstundastarf, ef við rannsökum það, þá verður það þessi fallegi græni hjartalega blettur. Þetta er ekki AI-mynd, þetta er raunverulegur staður hérna á suðvesturhorninu.
þá heldum við áfram að grófa út í þessa svona auðn. Og þetta er sama myndin. Spegluð. Hvort er upprunalega myndin? Hvað sjáum við? Til hægri. Hvort er fallegra? Hvort hugnast okkur betur? Og skiptir það máli hvort við tölum æskulýðsmál eða ungmennamál? Sumum finnst að skipta rosalega miklu máli. Mér finnst bara að skipta máli að við vitum hvað við erum að tala. Frístundir, tómstundir, félagsstarf. Ég er mjög ósátt við að þetta orð hérna, unglingar, er að þetta virðist algjörlega vera dett úr allri umræðu Það er alltaf að tala um börn og svo verður að tala um ungmenni sem, já. Ég vil hins vegar að ungmennastefnan marki spor, komdu lofa litla, ungmennastefnan marki spor á Alþingi í haustið 2026. Bæði svona náttúrulega, verði ekki eins og litla músin sem læðist eða lóan sem flautar, heldur að við mörkum okkur þung spor. Þannig að mér langar að biðja ykkur að við sameinumst það að móta umræðuna. Árni Björnsson.